Já, svo við höldum áfram með leirkalla myndir og hvaða möguleika við höfum á að búa til slíka myndir. Þá ætla ég núna að sýna hvernig við getum notað ýmsa svona hluti bara í umhverfi okkar og ef við værum nú bara fyrir tölvu þá er þetta dæmi sögu af tölvumús sem að fyrir á stjá og ég kannski fyrir aðeins þessi mynd nú 2 mínútur, já þarna er tölvumúsin að fara upp úr kassanum og það eru svona hljóð, svona ýmis konar hljóð effektar með þessari mynd sem að gera hana miklu svona skemmtilegri. Þið sjáu það allir þessi hreyfing þar sem að hlutinni virðast að hafa eigið líf að þetta er framkvæmt með að taka bara mynd eftir mynd af þessum hlutum og ég ætla ekki að sýna ykkur þetta alveg allt og því ég ætla að sýna aðra mynd. Hann er tölvumúsin sem er komið við tölvuna og hún er á ferðalagi, er eins og persóna í þessari sögu og ég ætla að sýna hérna annað svona mjög listræna mynd eftir listamannin Pies sem er svona dæmi hún heitir Western Spaghetti. Ég ætla bara að byrja á myndinni og hún er ekki með 1,41 mínúta og hún gengur út á það að já, það var smá nukrar á þessu því ég var að sýna þetta en sjáðu að þetta er sambland af mynd sem er svona hún er gerð með bara hefðbundinni svona upptöku með vídeóvél og síðan öðru hverju þá er svona stop motion það sem að hlutirnir eins og öðlast líf og þetta eru svona látið eins og þetta sé matur og það sem er að sjóða í matnum þetta er vantarlega eitthvað plast eða eitthvað þess áttar sem er sett þarna inn og þetta vídeó sem er á YouTube og heitir Western Spaghetti að það er líka svona gott dæmi það hversu vel hérna þetta er hljóðsett með alls konar hljóði svona hljóðeffektum og ég ætla ekki að fara neitt meir í þetta og fara að vinda okkur í næstu glæru. Já, nei, þetta er cancel hérna. Já, ein tegund af svona stop motion animation getur verið auðvitað með brúðum og það geta verið ýmis konar brúður. Þetta getur verið svona náttúrulega partur af sögugerð það sem að nemendurnir eða þeir sem að gera svona stop motion animation búa til brúðurna sjálfur og það þarf kannski ekki svona mikið af þráðum og spottum eins og eru brúðum sem að svona í gamaldags brúðuleikhúsi það sem að verið að sýna þetta svona fyrir framan áhærendur vegna þess að þegar maður er að tala leikbrúður í svona stop motion animation þá maður að tala að taka einn og einn rammi í einu þannig að það kannski atriði að það sé eitthvað svona grindin í brúðunum þannig að við getum hreyftar og eigum auðvelt með að svona vírar inn í þeim þannig að við getum eigum auðvelt með að hreyfa þær og láta þær standa og taka aðra mynd og hér eru svona dæmi svona mismunandi leikbrúð, hefðbundi leikbrúða sem eru svona tíndósi og svo er þarna mynd sem ég tók þegar ég var í heimsókn í Latabæ, í upptökustúdíó Latabæjar því það er af stóru hluta til leikbrúður sem leika í þeirri mynd fyrir utan raunverulega leikara og þetta er sett saman leikbrúðurnar er teknar upp alveg sérstaklega og þetta tekið upp með svona
svona Kodachrome held ég að heiti, svona grænum bakgrunni, þannig að það leikprófan tekin og síðan er hægt að setja saman myndina af leikurunum og svo leikprófurnar. Og þær leikprófur eru í mismunandi stærðum, alveg upp í að vera mjög stórar og eru úr einhvers konar svona latex efni. Og eitt í viðbót sem að við skulum fjalla um, að það er svona gamaldags aðferð til að búa til, eða gömul aðferð, ekki gamaldags, því hún er síung og skemmtileg aðferð, til að búa til svona tvívítar hreyfimyndir, og það er svona pappírsklipp að búa til, klippa út þær fígúrur eða þá hluti muni sem maður ætlar að hafa, og þeir þurfa ekkert endilega að vera pappír, að það getur verið eins og í þessu tilviki, þá er þarna efni líka og það er bómull að ég held og eitthvað fleira, og þannig að það er hægt að setja svona saman, og þá er þetta gjarnan haft þannig að það er myndavélin er fest einhvers staðar fyrir ofan borð, og það er góð lýsing, því að eins og í allri svona vinnslu á ljósmyndum og kvikmyndum, þá er lýsingin mjög mikið atriði, hvernig til tekst og hvaða gæði við höfum á upptökunni. Og hér eru svona 2 dæmi, annars vegar þá sjáum við neðan á, horfum niður á borðið þar sem að klippimyndin er, og hins vegar horfum við á sjáum uppsendinguna. Og klippimyndin, það er svona stelpa sem er út með hendur og hún er að fljúga, og þarna er loftbölgur, og ég ætla að sýna ykkur núna hvernig þessi klippimynd kemur út, og ég teka fram alla myndirnar sem að ég er með í þessari leksíu hérna hjá mér. Þær eru allar fengnar á YouTube eða Wikipedia og eru með svona Creative Commons höfundarleyfi, þannig að ég má nota hana hérna. Og nú ætla ég að sýna ykkur hreyfimyndina. Hér er hreyfimyndin og þið sjáuð hvernig þetta var tekið þarna áðan, að þetta lítur út eins og þetta sé á hreyfingu, og af því að skýin eru látin hreyfast, þetta svona bómullar skýingur, bómullar hnoðrar sem eru settið þarna. Ég langar líka til þess að sýna dæmi svona pappírsklipp. Það er frá fyrirtæki sem heitir Common Craft og hefur gert svona mörg svona kennslumiðbönd ýmislegt sem að viðvíkur tækni, svolítið flókinni tækni, og reynt að útskýra þessa flóknu tækni á svona einfaldan hátt. Að sumu leyti með vídeóupptökum eins og þarna á hendi, og að sumu leyti með svona stop motion animation, með að taka myndum af svona pappírsklippi. Og það er svona ásettur á því, þá er þetta svona gert eins og þetta sé inn í kennslustofunni, og þetta er semst ekki neinu litum og bara mjög svona þannig að aðalatriðin koma vel fram í því sem er verið að útskýra, og þessi myndbönd hafa alveg slegið í gegn. Þetta er svona myndbönd sem sýnir þetta var Vikis in plain English, og nú er ég að spila, nú get ég það kannski ekki, nú er ég að spila nei, það er sennilega eitthvað út af, ég get ekki spilað þetta var samskonar myndband. Ég get kannski farið hérna, nei, ég get það ekki, þetta er sennilega, en ég verð þá bara að láta það, en það er mjög mikið frá Common Craft á vefnum, sem eru einmitt svona pappírsklipp, það sem er svona á einfaldan hátt verið að útskýra svona mjög flókna hluti. Já, og
Og eitt í viðbót sem það ekki hægt að tala með þetta án þess að svona ræðum það að nú eru að koma alltaf fleiri og fleiri svona verkfæri, þannig að þetta er svona meira minna gert í tölvum, meira þess að persónusköpunin gerð í tölvum og fígúrurnar eru gerðar í tölvum. Og ég ætla svona að láta nægja í samtíð tölvuvinnsluna að nefna svona 2 forrit og sína skjámyndir af því sem eru svona tvívítar grafík í tölvum og hafa verið verkfæri sem eru vinsæl fyrir börn. Annars vegar cut out eða stickman sem er ókeypis, það er til eða hvort það kostar $10, það er allavega mjög ódýrt. Og síðan er The Tab, það er svona til í mörgum útgáfum, meðal annars útgáfu fyrir börn, til að gera svona hreyfimyndir í tölvu og gera þetta í svona, þetta er svona eins og flasstækni. En það er auðvitað stór hluti af vinnslunni og stærri verður alltaf meira og meira unnin í tölvu. Og nú hefur á seinustu árum þá hefur fleytt áfram tækni við að gera svona þrívítar teiknimyndir í tölvu. Þannig að það er ekkert eins og teiknimyndir lengur, heldur er þetta svona eins og raunverulegi hlutir. Og þá er ekki hver rammi eins og var í eldri teiknimyndagerð, þá voru sem kannski svona einhverja ákveðin stór hópur manna sem hafði vanvið að setja ramma á milli svona aðal myndana, en þetta er hægt að gera svona meira minni í tölvum í dag. Nú ég ætla að fara hérna í næsta og það áður ég hætt að tala hérna tölvur þá ætla ég aðeins að víkja aftur á Latabæ eða því verkefni sem það er sem sagt barnatíminn eða myndirnar í barnatímanum, að þetta er tekið upp á Íslandi og hann að öllu leyti á Íslandi, og það er einmitt að stórum hluta til, það er svona blönduð tækni, þannig að hluti er myndbandsupptökur af fólki og hluti eru leikbrúður sem eru teknar upp í stúdíói með svona grænan Kodachrome bakgrunn og svo er þetta sett saman í tölvum. Og hér er einmitt verið að vinna. Hér er sá aðili sem að sér svona tölvuvinnsluna eða stóran partinnar í Latabæ að vinna. Og þeir sjáum að hann er þarna með líka hljóð tæki. Nú, ein tegund af svona stop motion animation, það er að taka myndir með ákveðnu tímabili, og við gætum alveg séð fyrir okkur að það sé bæði hægt að nota það við ákveðna, þó að sé ekki hörgull á upptökuvélum í dag, þá er hægt að nota þetta til þess að ná fram svona sína kannski á nokkrum sekúndum það sem er að gerast yfir heilan sólarhring. Eins og í þessari mynd sem er að sýna núna, sem er á YouTube, og það er að sýna það sem að fólk þetta er svona vantarlega einhver hátíð og það verið að steikja pönnukökur og fólk í röð að fá sér pönnukökur. Og við gætum alveg ímynda okkur að við gætum notað stop motion animation til að fylgjast með einhverju sem er að gerast í náttúrunni og sýna það er kannski eitthvað sem gerir svo hægt að með því að taka myndir á ákveðnu tímapunkti og sýna það eins og eina mynd, þá nær maður svona öðruvísi, svona tíminn öðruvísi. Og eins gæti þetta verið í skólastarfi, getur maður notað þetta til að taka mynd og fylgjast með segjum vexti plantna eða eitthvað þess háttar. Sjá það með því að spila svona bara eina mynd á hverjum degi eða eitthvað svoleiðis. Að spila þetta svo saman þá sér maður vöxtinn. Nú ég ætla að enda þennan hluta að því að tala
svona blandaða tækni og tala hvernig við getum notað þetta sem verkfæri, og þetta notað sem verkfæri til, bæði getum við notað þetta vegna þess að við eigum ekkert hægt vik að hafa stóran hópað af fólki til þess að hinum að þessum hlutverkum, en við getum líka notað þetta vegna þess að sem bara sérstætt verkfæri til sögugerðar og listsköpunar. Og þetta dæmi sem ég ætla að sýna ykkur núna, það svona blöndu tækni og það svona, þetta unnið sennilega meira og minna svona tölvu unnið og í svona atvinnumanna tækjum forritum og já, og ég ætla að setja þetta inni hérna og þetta svona, hérna, ég get ekki spilað með hljóðið, ég var nú svona ánægð með að ég get svona sýnt vídeó, ég legg það bara hérna yfir, en ég gat ekki tekið upp bæði hljóðið sem að var á vídeóinu og svo í mikrofónu hjá mér. En þetta svona, þetta seinasta sem ég ætla að enda þessa umfjöllun með dæmi svona listrænt dæmi hvernig mörgu blanda saman. Þið sjáum að það svona zoomað að og þessi hreyfing sem í myndinni líka að hluta til út af því, en svo þetta líka svona, eins og þið sjáum núna, þetta líka svona klippimyndir og hreyfingin út af klippimyndunum að hluta til. Og síðan bæði alvöru hlutir og síðan teikningar. Þetta semst og hendur þarna stundum á fólki. Þannig að þetta og síðan svona mjög vel vandað til tónlistarinnar í þessu. Og þetta svona til þess að vekja okkur til umhugsunar að þetta alvöru miðill sem hægt að nota til listsköpunar og sögugerðar og svona ýmsar svona skapandi iðju og hægt að nota á ýmis konar vegu og þetta svona verkfæri, þetta stop motion animation, þetta verkfæri, þetta eiginlega ritun nútímans, að rita svona sögurnar á ýmsa vegu. Og þið sjáu það að mörguleyti þessi saga svona skemmtilegri heldur en ef þetta væri vídeó, einmitt af því að þetta svona eins og listaverk, eins og stafrænt listaverk. En þá þessari kynning búin á því hvað stop motion animation og